Skólaslit heiti á mjög svo áhugaverðu lestrarátaki á Suðurnesjum með sannkölluðu hrollvekju ívafi. Við kynntum okkur málið. Hvað getið þið sagt okkur þetta skemmtilega verkefni Skólaslit? Skólaslit risastórt verkefni. Þetta verkefni sem við fórum að staða núna með í upphafi árs. Þetta eru allir grunnskólarnir í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Vogum og vonandi bara verður allt landi með okkur. Þetta frábær lestrarupplifun sem verður spennandi og áhugaverð og vonandi bara þannig að allir vilja lesa. Hver hugmyndin á bak við þetta? Já, þetta á sér nú dálítið langan aðdraganda, þetta verkefni, en við höfum verið í samtölum og auðvitað samstarfi við kennara, okkar kennari í Reykjanesbæ, grunnskólinn í Reykjanesbæ, og ein af þeim áskorunum sem þeir standa frammi fyrir eru svona kveikja lestrar áhuga hjá nemendum. Og þeir hafa líka stundum talað að það sé svolítið áhersla á lesfimi og hraða og sem auðvitað gott og gilt og við viljum ýta undir það, en það endilega ýta ekki undir lestrar áhuga hjá nemendum. Þannig að við vildum líka koma til móts við þann hóp sem hefur kannski ekki fundið áhugan og í samtali við nemendur, ég kannski komið að líka, að stundum við tala drengi í þessum skilningi, drengir og læsi, að þeir hafi síður áhuga og oft talað þessa drengi sem geta ekki lesið sér til gagns, en við erum nú ekki tökum ekki svo djúpt í árina, en þannig að við höfum verið svolítið að hugsa þetta, hvernig getum við komið betur til móts við sem flesta. Og þegar við töluðum síðan við drengi, þá kom það náttúrulega kannski upp úr kafinu að þá fannst vanta kannski meira spennandi efni og svoleiðis, og þetta oft krakkar á miðstigi. Þú veist, í 1. til 4. bekk eru þeir með það prógram, það verið að skipuleggja efni fyrir að þau eru að lesa heima skipulagt, svo kannski sleppir aðeins tökunum á miðstiginu. Þannig að það hefur svolítið vanta kannski áhugahvetjandi verkefni þar. Síðan kannski fengum við tækifæri með sprótasjóði, við sóttum styrk og fengum hann og þá fórum við í samstarf við Ævar Þór Benediktsson sem að greip boltann og eitt leiddi af öðru, þannig að úr því var þetta verkefni Skólaslit. Þannig að þetta var hugmyndin að reyna að gera eitthvað nýtt, ekki bara að setja nemendum fyrir að lesa einhverja bækur og annað, heldur að reyna einhverja nýja leiðir til þessa kveikja betur í sérstaklega drengjum en þessum aldri, fá meiri áhuga. Eins og Annalda segir, þá gefur þetta okkur mikið stórt tækifæri og þetta getum alveg gert þetta og haft þetta verkefni stórt og við viljum. Og með því að vera að fá Ævar Þór með okkur og hann Ara Yates, myndskreyti, þá erum við að fá umgjörð sem að verður spennandi og vonandi náið til áhuga á sviði drengja. Við verðum með vefsíðuna skólaslit.is og verkefni stendur allan októbermánuð og það kemur inn sögubrot frá Ævari Þór alla daga í október. Og bara hlökkum til og vonum bara til þess að allir verði með. Og kannski bætaði þetta líka að meginmarkmið með þessu verkefni líka að læra, við sóttum styrk sem að það var áhersluþáttur var drengir og læsi, en við erum auðvitað þó að við tölum drengir og læsi þá viljum við ná til allra nemenda og það græða allir á þessu, þannig en við viljum líka læra af þessum hópi sem að hefur ekki kannski fundið sig og það kannski fyrst og fremst það sem við ætlum að gera. Við ætlum ekki að vera endilega með fyrirfram ákveðin lesskilningsverkefni eða eitthvað slíkt þó að við getum auðvitað gert það líka, en þá ætlum við að fara óhefðbundnar leiðir í miðlunarefnis og þekkingasköpun. Já, leggja áherslu á sköpun. Þannig að Ævar situr núna sveittur og að semja sögu sem hann ætlar að segja á 31 degi eða eitthvað svoleiðis. Já, Ævar, þegar við tölum hann síðast, þá var hann ekki byrjað að skrifa söguna. En hann komið með hana í kollinn og að púslinni saman og fer vonandi að setjast við skriftir bara fljótlega. Hvernig samstarfi þetta þá í gegnum alla skólana? Já, við erum með verkefnahóp, þannig að við erum með tengilið á hverjum skóla sem við hittum áður en við sóttum áður fórum að stað, þannig að við fengum og erum í samstarfi og erum að gera þetta allt saman og síðan höfum við sendt út ýmsar kannanir til
nemenda til foreldra, haft rýnisamtöl við nemendur á miðstigi, svona til að átta okkur á því hvað það sem að nemendur vilja lesa og læra og hvernig þeir vilja vinna með efnið. Þannig að við erum auðvitað að byggja á því líka og þessi saga verður ekki venjuleg saga, þetta er hrollvekja. Akkurat, ég sé það hérna á síðunni skólasliti hrollvekja í 31 hluta, fjallar hópa af krökkum sem lokast inn í skólanu sínum á Hrekkjavöku. Það hljómar mjög spennandi. Þetta hljómar mjög spennandi og gæti gert í hvaða skóla sem er.